fundin í dag. En já, Reytir fasteignafélag og sérhæfum okkur í útleigu á atvinnuhúsnæði og við eigum 140 fasteignir og á mörgum af lóðunum okkar eru þróunarmöguleikar. Þetta eru þá helst lóðir sem eru staðsettar nálægt þróunarásum sveitarfélagana þar sem verið að skipuleggja þéttari byggð með tilkomu borgarlínunnar. Og stærstu þróunarverkefnin okkar í dag eru Kringlureitur og Orkureitur í Reykjavík og atvinnukjarni í landi Blikastaða í Mosfellsbæ. Og á öllum þróunarverkefnum okkar leggjum við ríka áherslu á umhverfismál og samfélagsmál, en 2 af þessum verkefnum eru við að BREEAM-votta. Við erum að vinna skipulag í atvinnukjarna í landi Blikastaða og Orkureiti Reykjavík og þau verkefni verða BREEAM Communities vistvottuð. Og þetta eru 2 mjög ólík verkefni, mjög ólíkar, eitt atvinnukjarni í óbyggðu landi, meðan hitt svona uppbyggingaverkefni í breyting á deiliskipulagi í þéttri byggð á þegar byggðri lóð. Og í þessum 2 verkefnum vinnum við samt eftir þessu sama BREEAM-skipulagi og fylgjum sömu kröfum, en við getum að einhverju leyti myndað okkur mismunandi áherslur. Og við teljum það að með því að fara þessa leið og huga að umhverfis- og samfélagsmálum þá séum við að fá góða byggð þar sem íbúar og fyrirtæki vilja koma og flytja inn. Ég ætla að fara aðeins dýpra í atvinnukjarna í landi Blikastaða og vistvænt skipulag. En eins og þið sjáið á myndunum þá erum við að vinna með einstaklega fallegt land. Þetta staðsett á milli skógræktarinnar í Úlfarsfelli og laxveiðiárnar Korpu. Og þetta líka vel staðsett með tilliti til samgangna við Vesturlandsveg og þarna kemur borgarlínan í gegn sem sýndir með gulu punktalínunni. Þannig að við ákváðum strax í upphafi að áhersluatriðin væri að aðlaga landið eða aðlaga byggðina að landslaginu, gera mikið úr grænum svæðum og vernda Korpu. Og svo líka skipulagið, svona markmið með skipulaginu að þróa þarna byggð sem getur stuðlað að sjálfbærni og samnýtingu innan hverfisins. Já, þannig að markmið deiliskipulagsins að skipuleggja umgjörð nýjan atvinnukjarna þar sem áhersla lögð á sjálfbærni og samnýtingu, náttúru og aðlaðandi umhverfi fyrir starfsfólk og viðskiptavini. Og örstutt BREEAM, það tafla sem sýnir þessa helstu flokka og skref sem þarf að vinna. Þetta flokkað í skref 1 sem þá svona grundvallarvinnan sem við vinnum í upphafi verks, sem þá oft í formi skýrslna og minnisblaða sem fer þá inn í skipulagsvinnu í upphafi. Og svo þessi skref 2 og 3 sem þá nánari hönnun sem birtast á skipulagsuppdráttum og skilmálum. Og ef við förum aðeins inn í þetta skref 1 sem við byrjum á að vinna og sem öll skipulagsvinnan byggist á, þá þarna ýmis atriði sem þarf að taka tillit til og vinna. Og við erum búin að vinna þá samráðsáætlun og þróunaráætlun sem var unnin af ALTA. Við gerðum sjálf efnahagsáætlun og öll önnur vinna var unnin af Verkís, það sem þannig neðan. Arkís eru svo skipulagshöfundar og landslag kemur í landslagshönnunina og Mannvit leiðbeinir okkur í BREEAM-vottuninni og vottunar aðili. Og þannig að öll þessi atriði eru svona eins og hálfgerður gæðastaðall inn í vinnuna og með því að fara í gegnum þetta erum við komin með mjög góðan grunn fyrir vistvænt skipulag. Til dæmis þarna orkuáætlun og vatnsnotkun, margt af þessu gert kannski almennt í skipulagum, samgöngumat, hljóðvistarmat, mjög oft flóðamat og eflaust eitthvað fleira, en mjög margt þarna held ég sé ekki almennt unnið. Og við erum til dæmis búin að vinna orkuáætlun og vatnsnotkunaráætlun og þar höfum við þurft að sýna fram á að svæðinu sé tryggð sjálfbær orka og vatn til framtíðar með tilliti
tekið tillit til loftslagsbreytinga og höfum sýnt fram á hvað við getum gert til að spara vatn og orku á svæðinu og slíkt. Eitthvað sem kannski ekki almennt gert strax á skipulagsstigi. Og ég ætla að fara aðeins dýpra í nokkur atriði. Við höfum skoðað flóðamál og það var það var svo nauðsynlegt á þessu svæði þar sem að það kemur mikið vatn frá Úlfarsfellshlíðum niður á landið okkar og rennur þar eftir skurðum í dag. Og eins þar sem að við þurfum að þekkja flóðasvæði árinnar, þar sem við erum að byggja upp að henni. Og verkið vann fyrir okkur flóðamat og það voru skoðað flóð fyrir 100 og 200 ára úrkomuatburði úr hlíðum Úlfarsfells og við erum þá búin að taka frá pláss fyrir þetta flóðavatn þar sem við leiðum í kringum hverfið til að verði ekki til að komast hjá vatnstjóni í byggðinni. Eins voru metin flóð í Korpu fyrir 100 og 200 ára flóðaatburði og sem var til þess að við færðum byggðina fjær ánni, bæði til að verja byggðina frá flóðum og ekki síður til að verja bara flóðasvæði árinnar sem talið mikilvægt fyrir vistkerfi hennar. Við erum búin að forhanna ofanvatnslausnir innan hverfis og það gerum við samhliða hæðarsetningu gatna og lóða og landslagshönnunar og höfum sett skilmála hreinsun og miðlun ofanvatns inn í skilmála og greinargerð skipulagsins. Þannig að með þessari vinnu þá erum við að tryggja seiglu hverfisins til að takast á við áhrif loftslagsbreytinga og viðhöldum að mestu náttúrulegri hringrás vatns innan svæðisins. Og með því að gera þetta erum við líka búin að taka frá svona verðmæt græn svæði bæði í jaðri byggðarinnar og innan hennar sem aftur verður svo til þess að þarna verður vistleg götumynd og góð græn svæði sem takmarkið okkar. Stóra myndin sýnir, er hort inn Borgarlínuásinn og á honum verða eingöngu almenningssamgöngur, það verður ekki almenn bílaumferð þar, en lagt upp úr góðum hjólastíg og göngustíg og að þarna sé svona öruggt og vistlegt umhverfi fyrir fólkið sem þarna er. Þannig að almenningsrýmin það verður lagt mikið í þau og móti reynum við að ná hagkvæmni með hagkvæmum byggingum og samnýtingu innviða innan lóða. Minni myndin þá mynd innan lóða sem sýnir hvernig þessar stóru lóðir geta litið út þar sem fyrirtækin deila bílastæðum, hjólastæðum, rafhleðslum, sorpskýlum og þess háttar. Og þarna erum við að byggja upp þetta svæði og hönnunin miðar þá líka við að þarna búa fyrirtækin þétt saman og geti samnýtt og það geti myndast einhvers konar deili hagkerfi þarna innan, þannig að draumurinn er að eitt fyrirtæki geti nýtt úrgang frá öðru eða bakrásarhita frá öðru. Það allavega að hanna þær aðstæður. Og að lokum, vistvænar samgöngur. Hverfið byggist í kringum Borgarlínuásinn og Borgarlínustöðin svona hjartað í hverfinu. Bílaumferð fer aðrar götur og flest bílastæði eru svo innan lóðanna. Og Brím gerir mikla kröfu tengingu hjólastíga, göngustíga við stoppstígakerfi og tengingu í græn svæði og slíkt og við erum náttúrulega í dag svolítið eyland og ekki mikið innviðum til staðar en við getum tengt okkur við stíga sem sýndir eru á aðalskipulagi og svæðisskipulagi og sýnum það og leggjum svo mikla áherslu á að fá þessa stíga og götur framlengdar til að fá almenningssamgöngur og möguleika á að geta komið þarna á hjóli inn á svæðið. En ég held allavega að það sé ekki margir atvinnukjarnar í atvinnusvæði í dag sem að hafa þessa innviði og geta boðið upp á svona vistvæna skipulags möguleika. Og svo það sem kannski svona mesta breytingin frá að vera að vinna eftir Brím að þá höfum við til dæmis gert ferðavenjuáætlun og skuldbundið okkur til að fylgja henni eftir. Þannig að við sem þróunaraðili erum að skuldbinda okkur til að
vera með fræðslu á svæðinu vistvænar samgöngur, hvetja fyrirtæki til að vera með samgöngustyrki og slíkt. Og þetta bara passar mjög vel við þá stefnu sem við sjáum fyrir svæðið og hvernig við viljum að það líti út. En við sjáum þá fyrir okkur í framtíðinni að það verði til eitthvað lóðafélag sem yfirtaki þessar skuldbindingar okkar og mun þá stuðla að áframhaldandi sjálfbærni innan hverfisins sem lýkur hjá okkur með því að þegar deiliskipulagið samþykkt. Og það eru fleiri svona skuldbindingar sem við tökum á okkur í orkusparnaði og fleira. En ég vil bara hvetja ykkur til að kynna ykkur skipulagið frekar. Við erum með heimasíðu fyrir kynningu á deiliskipulaginu á vinnslustigi inn á heimasíðu Reita og endilega bara kynnið ykkur það og hafið samband ef þið hafið áhuga á að vita meira eða viljið koma í samstarf uppbyggingu. Takk fyrir.